Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Það eru konar á stað í sólinni og aðeins að kíkja hvað menn eru að gera. Og hér nældi ég mér í einn helsta barþjón fyrr og síðar. Ævar Skröder, hvernig hefur það? Bara góður, þakka þér. Er það ekki? Já. Það er náttúrulega komið september. Menn eru farin að tuska til fyrir haustið. Hvernig var sumarið? Við byrjum aðeins á því. Það var náttúrulega blautt. Já. Það rigndi mikið. En öðru leyti bara held ég gott. Landsmót. Já, það var blautt. Það var aðeins blautt og smá vindur. Já, en samt bara... En gekk vel. Alveg bærilega bara. Hvað stendur upp úr á landsmóti? Hjá þér, prívat og persónulega bara? Það er ég bara svona nokkuð sáttur við þetta allt. Fín hross þarna og þú veistu, þetta náttúrulega mátti sumt ganga betur og annað gekk bara ágætlega. Engin stórir sigrar en engin stór töp heldur. Nei, þannig að þetta er svona jafnvægi. Já, ég held það. Þannig að 2015 verður árið þitt? Já, vonandi bara. Já. En hvað eru eins og núna? Nú eru menn að taka inn einhver hross og er verið að stefna á meistaradeild? Það er nú eiginlega mjög óljóst ennþá. Nú? Það er svona ekkit endilega að allavega ekki með sama fyrirkomulagi og var í síðasta vetur. Þú varst að keppa fyrir Spón í fyrra? Já, það getur orðið svona einhverja breytingar á því. Eitthvað sem þú getur sagt okkur? Já. Alltaf verið í bleikum buxum í ár eða? Nei, það getur svo sem vel verið að Jói eða Heimahægi haldi áfram með liðið en ég held að mínir menn ætla að draga sig út úr þessu. Og eru menn orðnir keppnisþreyttir eða? Nei, alls ekki og það er ekki þar með kannski endilega að ég sé hættur í meistaradeildinni þó svo kannski verði eitthvað breyting með lið. Er þetta bjóðið í þig? Já, við óskum bara, við opnum fyrir tilboð. Opnum fyrir tilboð. En hvernig var það? Nú var rætikupp dag og hérna, þar voru menn að hamast í golfi. Já. Þú fórst ekki út á golfvöll en þú tókst það barþjónastarfið. Er þetta framtíðin þegar hestamennsku lýkur? Ég veit það ekki, þetta var mjög gaman. Mjög gaman að prófa að gera eitthvað nýtt, nýja vingil. Var þetta frumraun í barþjóna? Já, algjörlega. Já. Ég er vanari að hella í glasbyrju sjálfa mig heldur en aðra, sko. Ég er nú búinn að starfa í skemmtarabransunum frá 1994, gerði það sleitraust til 2008. Og ég hef alveg talið að þú hefði verið þarna áður bak við barborðið. Já, ég allavega hef alveg reynslu að hella í glös. Já! Það er kannski ekki oft svona mikið fyrir aðra. Nei, meira svona fyrir þig og félagana. Já, svona frekar. Hella hans í gömlu til að sé stuðu það. Já. Rauðvín á kvöldinu og svona. Jafnvel. Já. Þannig að þú ert til ánægður með þetta. Er eitthvað spennandi í húsinu núna sem stendur upp úr? Það er bara fínustu hross svona. Bara verið að þjálfa ennþá svona bara meira gerð hross og kannski vonum að koma ykkur í verð. Ekkert farin að taka neitt ungviðið eða farin að frumtæmja neitt ennþá. Kemur síðar. Er að koma svolítið spennandi upp? Já, held ég. Hvað stendur þar hæst? Þetta er nú alveg erfitt að segja kannski til og áður að fera hérna... Hvað er svona mestu væntingar með þér prívat og persónulega? Við sleppum Sigga og því öllu sem var út úr þessu? Við eigum til eina rissu á 4. vetur undan Álfi frá Selfossi, Móalotta. Undan rissu skal ég segja þér sem heitir Gletta frá Prestbakka. Gyðjudóttir. Þannig að það er svona, við bindum náttúrulega sjálfsögðu mikla vonir við hana. Það hefur svona haft svolítið sjarma í stóðinu. Maður hefur tekið eftir henni þegar maður rekur heim. Þannig að það er eins gott að það verði ekki byggja. Já, það getur alveg verið. Já. En allavega svona... Lítur vel út. Já, maður svona reynir að reikna það út að þetta eigi að verða þokkalegt hross. Er þetta alltaf, nú ert þú búin að vera í tanningum í 105 ár síðan þú varst bara púki. Er þetta alltaf jafn spennandi þegar þú ert að taka inn nýr hross svona og byrja þeim? Já, þetta er nú eiginlega bara held ég það skemmtilegasta í þessu. Skemmtilega heldur að keppni? Já, það er nú eiginlega sko svona forvitnin að byrja að grafa í þessu. Hvað er þarna og hvað já, svona hverju möguleikarnir eru. Það er alltaf, nýja brumið er alltaf skemmtilegt, skiljið því. Maður getur verið þreyttur á þessum jólkum sem maður fer hring eftir hring og er alltaf eins en fá einhvern veginn alltaf örlítið hærri einkunn eftir því sem koma oftar.
þetta verður leiðilegt til lengdar. Eða svona fyrir mína parta þá eru trippin, það er eitthvað frísklegt og spennandi við þau. Hlakka til að sjá því í vetur hér á reiðveiðunum. Nú er búið að merkja reiðveiðina, þannig að ég þarf ekki að leita þér neitt í vetur. Þú veist hvað, ríður langt og svo framvegis. Það er þá bara lesblindan sem að eyðileggur fyrir mann ef maður ratar ekki heim. Þá tekur þú bara mynd á síman og sendir konun og lesa fyrir þig. Já, á rekur hún slóðina. Já, klart. Til hamingju með sumarið, þú stóðst þig vel og ég segi sérstaklega til hamingju með barþjónastarfið og hlakka til að sjá þig hér á börum borgarinnar. Já, takk. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.